Opinber dagskrá heimsóknar Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra í boði Li Keqiangs forsætisráðherra Kína hófst í dag. Meðal dagskrárliða var undirritun fríverslunarsamnings á milli Íslands og Kína. Ingveldur Geirsdóttir. Össur Skarphéðinsson, utanríkisráðherra og Gao Huqiang, viðskiptaráðherra Kína, undirrituðu í morgun í Peking fríverslunarsamning milli Íslands og Kína að viðstöddum forsætisráðherrum ríkjanna. Þetta er fyrsti fríverslunarsamningur sem Evrópuríki gerir við Kína og veitir íslenskum fyrirtækjum og útflutningsgreinum forskot og ört vaxandi Kínamarkað, segir í fréttatilkynningu frá forsætisráðuneytinu. Þá tók forsætisráðherra Kína á móti Jóhönnu Sigurðardóttur á torgi hins himneska friðar, þar sem forsætisráðherrarnir könnuðu heiðursvörð og spilaðir voru þjóðsöngvar ríkjanna. Þeir funduðu síðan í Alþýðuhöllinni ásamt sendinefndum sínum. Forsætisráðherrarnir ræddu tvíhliða samskipti ríkjanna og efnahagsleg og viðskiptaleg mál og þá sérstaklega með hliðsjón af tækifærum í fríverslun ríkjanna. Þeir ræddu mannréttindamál og alþjóðlegar skuldbindingar, svo jafnréttismál sérstaklega og vinnumálefni, en aukið samstarf er meðal annars áætlað á þeim sviðum. Norðurslóðir og samstarf rannsóknir á norðurslóðum voru einnig til umræðu á fundinum. Auk fríverslunarsamningsins voru undirritaðir 5 samningar íslenskra fyrirtækja við kínversk fyrirtæki og stofnanir. Heimsókn Jóhönnu og fylgdarliðs í Kína lýkur á fimmtudaginn. Fríverslunarsamningur Íslands og Kína lækkar verð á fatnaði umtalsvert hér á landi ef hann er fluttur inn beint frá Kína, segir framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu. Ísland er fyrst Evrópuríkja til að gera slíkan samning. Samningurinn hefur verið í vinnslu í töluverðan tíma. Í dag var komið að undirritunni í Beijing sem framfór við hátíðlega athöfn, þar sem Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra og Li Keqiang forsætisráðherra Kína voru viðstödd, ásamt 6 öðrum kínverskum ráðherrum og 50 íslenskum viðskiptamönnum. Það voru hins vegar utanríkisráðherrarnir Össur Skarphéðinsson og Gao Huqiang sem sáu undirritunina. Að auki voru undirritaðir 5 samstarfssamningar milli íslenskra og kínverskra fyrirtækja. Utanríkisráðherra segir samningin marka tímamót. Það er staðreynd að öll ríki Evrópu standa í biðröð eftir því að gera svona samninga. Við fáum fyrsta samningin sem veitir okkur gríðarlega mikilvægt forskot. Samningurinn felur aðalega í sér niðurfellingu á tollum á vörum sem fluttar eru milli landana. Til að mynda fellur niður tollur á íslenskar sjávarafurðir sem fluttar eru til Kína. Þá falla einnig niður tollar á vörur sem fluttar eru hingað til lands að landbúnaðarvörum frátöldum. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir það geta haft mikla þýðingu fyrir innflytjendur og neytendur. Þetta í einkum við fataverslanir, þar sem 15% af tollur er hér á fötum og skóm. Þannig að þessi tollar falla niður að því gefnu nótabeni að þessar vörur séu fluttar inn beint frá Kína. Og þýðir þetta þá lækkun á vöruverði? Augljóslega. En málið er þó ekki alveg svona einfalt, því það hefur reynst íslenskum fyrirtækjum erfitt að flytja vörur beint frá Kína vegna þess hversu lítill íslenski markaðurinn er. Sendingarnar hafa hreinlega ekki verið nógu stórar. Það er út af fyrir sig ekki vandi sem er leystur með þessum samningi, en allavega sú staða versnar ekki frá því sem nú er og við verum að ala þá von í brjósti að þetta liðki allavega til fyrir þessu. Fríverslunarsamningur sé til þess fallinn að auka milliríkjaviðskipti. Andreas gagnrýnir að auki að landbúnaðarafurðir séu ekki hluti af þessu samkomulagi. Til að mynda eru vörur á borð við hrísgrjón, sykur og hveiti áfram með fullan toll. Það er út af fyrir sig bara athyglisvert í þessu ljósi öllu saman að alltaf verður blessað landbúnaðarvörurnar undanþegnar frá öllu slíku. Hallgrímur, þú rýnt í þennan samning í dag. Er einhver ákvæði í honum sem auka heimildir kínverskra fjárfesta til að eignast jarðir á Íslandi, svo sumir hafa óttast? Það er ekki að sjá í samningstextanum og utanríkisráðuneytið hefur sagt sérstaklega frá því að slíkt sé ekki þarna inni. Það eru hins vegar fjárfestingar ákvæði í samningnum. En þau snúa aðalega því að það er viðurkennt mikilvægi þess að hvetja til fjárfestinga. En í þessu ákvæði þá er jafnframt vísað í þær reglur sem hafa verið í gildi núna í síðustu tæplega 20 árin. Þannig að það er ekki verið að breyta þeim með þessum samningi. En er ekki umdeilt að gera þennan samning við Kína í ljósi stöðu mannréttindamála sem er í landinu? Jú, vissulega reyndar hélt Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra því fram að þau stjórnvöld sem nú eru nýtekin við völdum í Kína að þau séu að gera bragarbót í þessum málum. Amnesty International reyndar ekki sammála því, þannig að þetta er vissulega umdeilt.
Á móti kemur náttúrulega að Kína stór markaður og það búist við því að kínverska hagkerfið verði orðið stærra en það bandaríska eftir nokkur ár. Þannig að það eru margir sem líta hýru auga til þessa markaðar. En það eru hagsmunir Kínverja á norðurslóðum sem eru höfuðskýringin á áhuga þeirra á fríverslunarsamningi við Ísland að mati sérfræðings á sviði norðurslóðarannsókna. Fríverslunarsamningurinn virðist koma íslensku efnahagslífi til góða, en hvaða hag skyldu Kínverjar hafa því að gera slíkan samning við smáríki í Atlantshafi? One aspect is that Arctic shipping could become very important for China in the future, and Iceland could become a strategic hub at the entrance to the Arctic Ocean. And then the second aspect is that a lot of the regional development in the Arctic itself, so mineral development in Greenland, for example, a lot of that infrastructure requirement, a lot of that trade could also be channeled through Iceland as a shipping hub. Humbert telur að Kínverjar sjáu þannig samningin fyrst og fremst sem liði því að styrkja ítök sín á norðurslóðum. Hann segir að í þessu felist líka tækifæri fyrir Ísland til að verða miðstöð siglinga norðurslóðir. The free trade agreement obviously would facilitate these kind of developments, since it would make trade with China easier. It would make more sense for China to ship trade through the Arctic. We saw the Chinese icebreaker Snowdragon go through the Arctic last summer and stopping in 2 places in Iceland. So I think all these things are foreshadowing the development of new economic areas in the Arctic.